Já, góða kvöldið, áhorfendur góðir, verið velkomin í beina útsendingu frá Fjölnir TV á þessum 8 leik upp á það hvort liðið kemst í úrvalsdeild, verður það Selfoss eða verður það Fjölnir? Þetta hreint út sagt magnað, stemningin orðin svakaleg, hún var það hér fyrir 20 mínútur síðan, 50 mínútur fyrir leik, voru Selfissingar búin að tróðfylla stúkuna. Við erum að tala um það, líka búin að bæta við sætum í hornin. Það er gert allt til að gera þetta alveg stærri, til að ná sem flestum inn, að það augljóst að mun verða uppselt, en hins vegar þeir sem fá ekki miða munu geta hort á leikinn í beinni útsendingu á Gullöldinni. Gullöldinni staðurinn sem að þú ferð, ef þú nærði ekki miða, það nokkuð ljóst. Alveg klálega, en Leiknir, hvernig þú stendur á leiknum? Ég mjög spenntur, pínu stressaður, en ég held að þetta verði ógeðslega gaman. Og vonandi verður þetta gaman langt fram á kvöld fyrir okkur Grafarvogsbúa. Já, núna í hádeginu var Stefán Árnason í viðtali við út af við Hringbraut, þar sem hann talaði svolítið um að hafa bara gaman í kvöld, þetta væri bara að njóta momentsins og svona, og Andri Már Hollamaður tók í sama streng og sagði svona var hann að rétta pressun af liðinum. Er þetta eitthvað mindgame hjá þeim eða eru þið bara að létta pressu? Þetta klárlega eitthvað mindgame, ég finna að þeir vita alveg að þeir eru jafn miklu sens á Fjölnir, þeir eru með jafn gott lið á Fjölnir. Þetta hugafærslegt held ég algjörlega bæði fyrir leikmenn, starfsmenn sem og mótverja. Já, ég held það líka, en ég meina hvort er mómentið með Selfossi eða Fjölnir? Nú er Selfoss að vinna 2 leiki í röð, hvað er staðan á liðunum? Ég myndi segja að mómentið væri klárlega með Fjölnismönnum núna. Já, okkur er það? Já, því bara, við erum í Grafarvoginum. Heimavöllurinn. Við erum með 6-2 í síðustu 8 leikjum eða eitthvað svoleiðis. Já. Þannig að, þú veist, þó tappi 2 hörkuleikjum, mómentið er satt með okkur ekki. Þannig að þú spáir Fjölnismönnum sigri? Ég spáir Fjölnismönnum sigri, já, með 2 mörkum. Herri, við nú ætlum að fá 2 herramenn í viðtöl. Það eru formenn stuðningssveitar beggja liða. Ég ætla að sækja hann, formann, Skjálftans. Birgir Örn. Ég ætla að sækja hann fyrir þig. Þú bara talaði fólki á meðan. Já. Liðin stilla upp sínum hefðbundna hóp. Það eru litlar sem enga breytingar á hóp voruð að liða. Þórir Ólafsson er á sínum stað á bekknum og allir lykileikmenn Selfoss. En í Fjölnisliðinu, jú, það er sákvæmlega sami hópur og hefur verið undanfarna leiki. Þetta verður eitthvað svakalegt sem er að fara að gerast. Birgir Örn er að koma til mín. Æja Birgir, velkomin. Já, takk fyrir það. Hvernig er undirbúningur búinn að vera fyrir leikinu á ykkur? Undirbúningur er búinn að gríðarlega góður. Það bara, ég veit ekki hvað liðið voru að gera. Við erum alltaf að næja alla viðina stuðningsmanni Skjálfti. Og við viljum þakka styrktaraðilunum okkar fyrir Hótel Selfoss, TRS og Jáverk, Gumma Dyrriks og Dóminas. Það er bulla stemming í liðinu. Það er gott. Hversu stórt er það eða mikilvægt fyrir svona handboltasamfélag eins og Selfoss að eiga lið í úrvalsdeild? Það er náttúrulega skiptir bara öllu. Nú talaði bæði sem Selfissingur og Mílanmaður. Það er náttúrulega bara formsadri að vera með lið í efstu deild. Það verður bara að vera þannig. Nú í gennu tíðina hafi verið með lið í efstu deild en hafi ekki náðu að halda stalli. Er tími komið til að koma þarna upp og vera þar til eilíðar? Alltaf að fara upp, við sjáum til með rest, en það er alltaf líkilættir að fara upp hérna í dag, enn í kvöld. Hvernig er spáir í leiknum? Ég ætla bara að spá 5 marka sigri Selfissinga, þess að allir ól í snappinu. En ég held þetta að veri alveg bara hörkuleikur, alveg fram í rauðu döðan. Bæði lið að berjast, þetta er náttúrulega bæði 2 flott, mjög góð lið. Og það verður bara barátta fram í rauðu döðan, það kemur ekki út að kemur framlíking. En ef þú spáir í aðalmáli, hvað verða mörg rauð spjöld sem fara á loft hér í kvöld? Vonandi engin, en ég ætla að tippa á 2. 2 rauð. Birgir Örn, takk hérlega fyrir spjallið, gangið vel. Takk fyrir það. Þá er með formann Hnefans, Jóhann Örn, hjartalega velkominn. Já, þakka fyrir. Hvernig er undirbúningur ykkar búinn að vera fyrir þennan leik? Hann er búinn að vera hefðbundinn, hafa gullöldin, fyrir leik, æfa söngvana, æfa röddina. Hvernig er röddin stemd? Ég held ég hef ekki verið betri. Ég er þvílíkt stemdur fyrir þetta kvöld. Þetta verður rockakvöld. Þetta verður rockakvöld. Mómentið er með Selfissingu kannski. Ég sagði að það væri með Fjölni. Við erum ennþá með 6-2 í síðustu 8 leikjum. Hvernig telurðu leikinu ef þetta þróast? Verður þetta eins og síðustu leikir? Þetta verður gríðarlega jafnt held ég. Þetta verður algjörlega 50-50 leikur.
en þetta verður samt okkar kvöld og við erum að fara að klára þetta í kvöld í jöfnuleik. En hversu mikilvægt er fyrir eins og Selfoss að hafa ekki Þórir Ólafsson í sínu leikmannahóp? Já, ég skal ekki segja, ég veit ekki, þetta er náttúrulega maður sem er búinn að fara á Ólympíuleika og vinna medaljur í vatnumösku og svona. En, ég veit ekki, spilar hann eitthvað? Er hann ekki alltaf meiddur kallinn? Nei, sennilega, hann er oft meiddur. En reynslan er rosalega dýr í svona leikjum. Jú, hún getur verið það, algjörlega. En ég treyst á mína menn. Þú treystir á þína menn og reynslunni þeim. Hvernig fer leikurinn? Ég spái 30-28 sigri Fjölnis. 30-28 hefur mikið skorað. Hvað verða mörg rauðspjöld sem á fjúka? Ef að segja 2, Sigurd. 2, maður leiksins. Maður leiksins, Sveinn Þorgeirsson. Og Hnefinn, ekki satt? Jú, það er bara þannig. Við erum að jarða þessa stúku. Það er klart mál. Herru, Jón, fær og gerðu þig klára fyrir leikinn. Sjáum stressir. Já, stuðningsmenn, formið stuðningsmannafélagana virkilega hressir. Spá báðir sínum mönnum sigri. Sko, ég veit ekki hvað það muni nást í kameruna hversu mikið stemming byrja að minnst hérna. Selfissingar eru búin að syngja bara frá þeim mætt á svæðið. Hnefinn líka mættur á svæðið, þeir eru byrjað að syngja líka. Þeir eru að kalla hvern annan, þetta er stemming, þetta er handbolti, Viktor. Svona átt að vera. Svona átt að vera, við biluðum. Við vonuðust eftir 3-0. En við vonuðust líka eftir þessum 5. leik. Hreinn úrslita leikurum, hvort liðið leikur í Ólafsdeild. Ég menna, ég er að segja að bjórinn verður aðeins sætar í kvöld eða það er sigur. Það er bara hann, Viktor. Það er yfirleitt þannig. En núna, svo förum við yfir liðið Selfyssinga. Nú, Sverrir Pálsson var einn af besti maður í fyrra. Hann var einn markasti maður í fyrra, einn af þeim. Og hann var síðan veikur yfir stór hluta tímabilsins, kemur tilbaka í úrslitakeppnina. Hversu mikið styrking er það fyrir Selfoss? Sverrir Pálsson er náttúrulega frábær skytta og mjög öflugur varnarmaður og það er gríðarlega mikilvægt að fá svona sterka post inn í úrslitakeppnina, það er alveg klart mál. Og heldur þú núna, Viktor, að það lið sem að mun höndla pressuna muni tapa leiknum, verður það svona hlutkesti? Nei, ég held að sé alveg nokkuð augljóst og að við sýnst ekki einu tíðin að lið sem að næra að höndla pressuna vel, næra að halda rósinni og stilla upp í sín hefnbundaleik, það áttir að vinna hennar leik. Og verður það ekki sjálfsögðu Fjölnir? Það verður að sjálfsögðu Fjölnir ef við vonumst að það eftir því, það er alveg klart mál. Ég ætla að leyfa núna kameruna að sjá hvað er að gerast í stúkunni. Viktor, þú kannski lýsi yfir kameruna með hann. Já, þetta er rosalegt. Selfyssingar hér, við byrjum á Selfyssingum og horfum við bara yfir þeir standa allir hérna skjálftamenn. Þetta verður algjör veisla, þeir eru búin að syngja söngva hvern einasta leikmann í liðinu held ég hérna. Selfyssingar hafa mjög gaman að því. Og ef við færum ykkur yfir á okkar menn í Fjölni, þá sjáum við að það er einnig staðið, kannski ekki alveg jafn fjölmennir en alveg jafn hávarir. Þetta verður þokkaleg veisla maður. Ég held að það sé ekki hægt að þefra öðru. Fólk er búið að vera að tínast inn í 40 mínútur og er enn að tínast inn. Ég held að það sé nokkuð ljóst að það verði alveg kjaft fullt hér í Dalhúsum. Ef þú nærð ekki miða þá minn ég á að leikurinn er aðeins 7 mínútur frá í þráðbeinni á gullöldinni. Sportbar Hveravolt 5. Vá! Viktor, er komið stress í þig? Herru, já, zoomið í gangi. Já, það er komið helviti mikið stress í mig. Amma já. Ég get ekki sagt annað en það. Nei, akkurat, það komið að stramar, Viktor. Já, akkurat. En Viktor, leikurinn byrjar núna eftir nákvæmlega 20 mínútur. Liðin fara bráðum farin í klefa. Ef þú værir Stefán Árnason, ef þú værir Arnar Gunnarsson, hvernig myndið þú peppa þitt lið í leikinn? Ég myndi, sem þjálfari þá myndi ég láta fyrirliðan sjá það, því hann er búinn að tengja vellinum, hann er búinn að tengja stuðningsmönnum. Ég myndi láta fyrirliðan sjá að taka príkjumtokki og svolítið peppa menn upp í það. Já, taka svona bíumdaræðu. Já, ég meina að þú hlýtur að vera búinn að undirbúa liðið þitt andlega og bara líkamlega á öllum æfingum fyrir leikinn. Þannig að þetta á svona að vera tími leikmanna finnst mér. Þjálfarinn á geta að vera að blanda við það sem gerist 5 mínútur fyrir leik. Alveg klálega og nú við í Fjölnum TV verðum að senda smá shoutout á Hringbraut. Þeir eru mættir á svæði, þeir ætla að vera með leik í hálfleik, taka hálfleikskot í slána. Svo hittir því var áritaða landsliðstreyju í velun. Ekki slæmt það. Frábær þáttur Ólafsdeildin á Hringbraut. Þetta er alveg magnað að segja hvað lítil umfjöllun getur gert mikið. Ég segi nú kannski ekki lítil en smá umfjöllun allana. Ég menna eins og við erum að lesa á Twitter hérna, menn eru í vandræðum með að fá miða á leikinn 1,5 tíma fyrir leik í fyrstu deild. Það var einhver snillingur sem sagði að þetta væri
ekkert annað en bumbubolti og Jæðarsport. Það er verið að svara því hér í kvöld. Alveg klálega. Þetta er fyrsta deildin, þetta er síðasti leikur fyrstu deildar og það er kjáttfullt uppsett. Við erum allavega mjög stoltir af þessum árangri sem er á nástæðan með mætinguna frá báðum liðum. Þetta er gjörsamlega frábært. Þetta er sturlað. En Viktor, höfðu að bæta, hefur ekki bara senda myndirnar í gang með svipriðum og síðustu leikjum? Ég held að Sina viti að henda bara myndunum og láta þær flakka. Já, svo komum við aftur að Vörmuspori með leikinn sjálfan. Blessi bíli!
alveg vera með hitt samt. Hvað er að gerast? Já, Einn, tveir. Þannig að hvað ætlar að segja við okkur? Þú hefur sagt líka bara ég er með tilbúið replay hérna í næsta leikli. Já. Já, þú mátt vera um þetta leikstjórn, alveg klálega. Stuðningsmenn Selfoss, það er nokkuð ljóst. Heyrist ekki raskat sem gær. allan tíman að vera ekki á gólfinu hérna á stúkunni, við ætlum að vera upp í stúkunni er lykilatriði og þetta er öryggisatriði. Þannig ég ætla að biðja ykkur að virða gestuna og vera upp í stúku. Ok, þetta getur verið erfitt að gera þetta þegar ljósinu er slökkt. Og þá ætlum við að fá ljósin af og við ætlum að kynna hér inn liðin. Og við byrjum á liði gestana frá Selfossi. Númer 1, Helgi Lindsson. Númer 28, Birkir Fannar Bragason. Númer 2, Guðjón Ágústsson. Númer 3, Herger Grímsson. Númer 6, Árni Guðmundsson. Númer 7, Örn Þrastason.
Númer 8, Atli Kristinsson. Númer 9, Elvar Örn Jónsson. Númer 10, Sverrir Pálsson. Númer 14, Teitur Örn Einarsson. Númer 15, Rúnar Hjalmarsson. Númer 23, Andri Már Sveinsson. Númer 24, Þórir Ólafsson. Og númer 26, Eyvindur Hrannar Gunnarsson. Starfsmenn Selfossi, Stefán Árnason, Grímur Helgesson og Jón Birgir Guðmundsson. Og þá það lið heimamanna. Númer 15, Ingvar Kristinn Guðmundsson. Númer 16, Bjarki Snær Jónsson. Númer 3, Kristján Kristjánsson. Númer 5, Sveinn Jóhannsson. Númer 6, Bergur Snorrason. Númer 8, Breki Hagstaksson. Númer 9, Brynjar Óli Kristjánsson. Númer 10, Sveinn Þorgeirsson. Númer 13, Brynjar Lótsson. Númer 14, Bjarki Herra Ísland Lárusson. Númer 21, Kristján Þór Karlsson. Númer 22, Björgvin Páll Rúnarsson. Númer 24, Mattias Örn Halldórsson. Og númer 45, Hreiðar Sóeka. Þjálfari og starfsmenn eru Arnar Gunnarsson, Halldór Einarsson, Halldór Halldórsson og Jón Pálsson. Dómarar leiksins eru Anton Gylfi Pálsson og Jónas Elíasson. Eftirlitsmaður Guðjón L. Sigurðsson. Sjálfur Ingvar og Kynir. Og ég ætla að biðja alla gesti leiksins að sýna andstæðingunum vinningu og styðja sín lið allan tímann. Og ég óska báðum liðum góðs gengis og hafið góða stemningu í stúkunni. Hjartanlega velkomin áhorfnir góður á þennan merkisdag, þessa merkisútsendingu. Það oddalegur Fjölnis Selfoss, staðan 2-2 innvíðinu. Þið sem voru að stytta inn mistu að mjög skemmtilegu pregame spjallið hjá mér og Lekve, eins og við ræddum við fyrirliða beggja Stuðningssveita. Eins og þið heyrið og sjáið þá þær alveg á fullu. Nú Viktor Lekve, hvernig leggst þetta í þig? Ég held að þetta verði algjör vitleysa þessi leikur. Annarkvort mun eitt lið stinga af eða þá að við fáum jafnan leik. Það ekkert annað í boði. Ef ekki að vona annarkvort stingi Fjölnir af eða jafnan leik og vinna í vító. En það ekki bara skemmtilegast? Það væri geggjað að vinna í vító og ég myndi elska það. Það væri svolítið lýsandi fyrir þetta innvígi. Ég meina að allir leikinn búin jafnir. Það ekki búið að vera svolítið eins og með Afturölding og Vala sem annar lið skýtur í öðrum leiknum. Þetta voru jafnir leiki sem ráðast á bara að loka mínútunni. Enginn sigur hefur unnist með meir en 3 mörkum. Og yfirleitt þetta leikir þar sem að 1-2 mörk sem skilja að og liðið sem undir tekur sjensa. Það hefur verið svolítið þannig. Já, það bara akkur þannig. Eða rauninni ótrúlegt að bara einn leikur fari í framlengingu. Og sá fór í 2-falda framlengingu. Það var í Fjölnishúsinu þegar Selfoss vann. Það var mjög erfiður tími í okkar lífi, Viktor. Það var ekki gaman. Nei. Dómarar leiksins, Anton Gylfi Pálsson og Jónas Elíasson, okkar fremsta dómarapar. Ég held að það sé ekki nokkur spurning. Já, ég meina að í svona leik það þurfa að fá alveg dómara. Dómararnir megi ekki vera faktor í svona leik, það klart mál. Nú þetta ekki nokkuð hefðbundi hjá Selfoss, Viktor? Þetta bara þeirra eðlilegasta uppstutning. Í vinstra horninu Andri Már, í vinstri skiptinu Elvar, á miðjunni Hergeir, hægra megin Teitur Örn og Guðjón. Í hægra horninu og Árbæjar tröllið Hrannar. Eyvindur Hrannar á línunni og í markinu Birkir Bragason. Það er gaman að sketa að Teitur, þegar hægri skytta, búinn að vera þeirra eitrasti maður í innvíginu. Hann með að meðtali 7,25 mörk að meðtali leik í 4 leikjum. Það ágætis tölfræði. Fyrir 18 ára pitt. En já,
Selfossi sók. Hergeir yfir á Tei hann já. Alexander á Teit. Teiturinn á miðuna. Leitar að Elvari. Skot, það var Ingvar að verja fyrsta skotið sitt hér. Fjölnismenn stillu upp. Þar Breki Dagsson að skora. Breki Dagsson skorar fyrsta mark kvöldsins. Hann hefur ekki verið að byrja leikina í einvíginu til þessa. En hann alveg að sýna, hann eigi að byrja þetta. Það nokkuð ljós. Hann að sýna þetta rétt andlit eftir að hafa verið í smá dvala í vetur. Það klárt mál. Hann búinn að stíga vel upp í þessar úrslitakeppni hann Breki. Selfyssingar sækja hér. Nú viljum við líka minna okkur á það að við erum með hashtaggi handbolt á Twitter. Endilega látið skoðun ykkur í ljós. Hvort sem á útsendingunum, leiknum eða hvað sem Hergeir upp í loftið. Boltinn gengur hér mann á milli Selfoss megin. Hergeir í gegnum brott og Ingvar ver. En vítakast og gult spjald á Kristján Örn. Fór þarna aðeins í baki á Hergeiri á punktinn, Andri Már. Helviti jákvæmt samt að fá hann, Ingvar í gang. Strax komum við með 2 skot. Það góðir gestir, á punktinn það að fara stórstjarnan Þórir Ólafsson. Hinn 37 ára gamli, síungi Þórir. Ekki íþróttamannslegasti maður sem ég séð, en hann Ingvar að verja þetta. Já, vertu bara á bekknum, drengur. Vert á bekknum. Þú átt ekkert heima inn á. Þórir Hergeirsson með 0% nýtingu. Þórir Hergeirsson? Já, Ólafsson fyrir ekki. Já. Þórir Hergeirsson er vist að þjálfa norska kvennalandsliðið. Hann vissulega með 0% nýtingu í leiknum líka. Já, svona gerist í æsíklun. Það var að Fjölnismenn. Breki Kristján kemur út. Sveinn upp með strákur. Hann reynir línsendingu. Fríkast dæmt. Þessi full. Bjarsi það reyna línsendingu á Hottamann. Já, það var bara að hamra á helvítisrammann. Já. Gríðarlega góð stemmingin í salnum. Sjáum að Atli Skildur spila vel fyrir Halló! Það verið að stoppa mark. Rétt staða 2-0 fyrir Fjölni, en dómarar ekki sammála. Sjáum hvað gerist hér. Breki rekur menn breytt. Kristján Örn upp í lofti, bolti gengur, Breki upp í lofti. Oj! Þetta var fínt skot. Við vottum þetta er í góðu lagi. Já, boltinn hamrar þarna í stönginni. Það var að Teitur á Hergeir. Yfir Elvar svona róar það niður. Já, á stilla þeir upp. Við fáum að sjá gamla góða Kairó frá þeim, Viktor. Já, mér finnst það mjög líklegt. Nei, það er ínast hodnum að setja skipta, það er hitkerfið þeirra. Já. Ef það virkar að hví að breyta. Hergeir. Teitur og Ingvar er að verja. Þvílíkur hiti sem maður er á. Það er búið að kveikja elda hann upp í markinu. Spurning hvort að Kristján hefði ekki mátt henda sér á boltan. Klárt mál en 3 skot varinn. Það er að veitt víti hjá Ingvari á fyrstu 3 mínútonum. Hann er með 100% markvisslu, gott fólk. Elvar upp í loftið, nei ekki upp. Hergeir með skot á Ingvar þar. Og rönnar þar frákastinu og jafnar leikinn. Bjarki sækir að. Breki upp og skotið yfir. Full brattur á það. Langbóltur fram. Andri gegn og Ingvar ver. Ingvar er á eldi. Kom með 4 skot varinn. Kristján boltinn yfir og Fjölnismenn stilla upp. Sjáum líka aðra beitingu á liði Fjölnismanna. Hann Bjarki Lár byrjar í vinstri horni í staðan fyrir Brynjar Loft. Það er rauninni 2 breytingar sem að hann Arnar gerir fyrir leikinn. Setur hann Breka miðuna innan fyrir Bjögga. Bjöggi nú er markaðasti leikmaður Fjölnis. Bæði þessu inni og í deildinni. Hann er ákveðið svona taktík spil hjá honum. Það kemur Breki upp. Sveinn. Vel gert Sveini. Sveinn Þorgeirsson kemur Fjölnismönnum hér í 2-1. Ríkala skemmtileg skotvinda í honum. Frábær. Þessi maður þarf að komast í gang. Það er klárt mál. Hergeir reynir að opna það fyrir Teit. Fjölnisvörnin velvakandi. Eftir 5 mínúta leik staðan 2-1. Selfyssingar í sókn. Og Hergeir stillir hér upp. Þeir fara hér í stöðuskiptingar. Andri leysir inn. Fæðboltan Teitur upp og Sveinn Jóhannsson. Hvað er hann? 12 ára gamall.
Teitur og Ingvar Ver! Hann að verja sitt 5. skot, drengurinn! Þetta magnað, Breki, alla leið strákur! Nei, Birkir stendur í horninu. Þetta var svo fallega gert hjá honum. Þetta var skemmtilegt, þetta má dendinni. Atli og yfir! Atli Kristinsson með skotið hátt yfir. Þarna viljum við sjá skotina satt enda. Og Kristján spjald! Sýnist nú vera, það smá æsingur á Fjölnismönnum sóknarlega séð. Þetta leiknum, Viktor. Ég skil ekki af hverju að flýta sér svona mikið. Er það spennundar? Er það taugarnar? Ég gæti trúið að þetta væri taugarnar sem tala. Eins og heyra álmið góður, þá er fáránleg stemming. Þetta er ógeðslega gaman að sjá. Þetta er magnað. Nú finnst mér líklegt að Kristján komi inn með bolta. Já, mótið bolta var það. Nostradamus Lekve, með á hreinu. Breki, Kristján Örn. Breki missir, þessi klaufaleg. Smá högt hérna af Fjölnismönnum. Sveinn og Birkir Ver. Hann er að verja sitt annað skot og Andri í gegn og Ingvar Ver! Hvað er að gerast? Hann er búinn að verja 6 skot á 7 mínútum. Þvílíkur leikur á drengnum Kristján. Halló, dómari! Hvað er að gerast? Auðvitað! Þetta er bara fríkast og Nei! Anton! Þetta er stór hættulegt brot. Þetta verðskuldar algjörlega lágmark í 2 mínútur. Hann veit upp á sig skömmina, hleypur út af. Sest á bekkinn, öskrar nefinn. Hann hýðir þeim vantarlega. Þá takaði Birki út af og setja aukamann inn á. Þeir vilja ekki lenda í 1-5 vörninni hjá Fjölnismönnum sem þeir hafa spilað í vetur. En með rauninni hafa vel að flestir ná að sjá við þessari vörn með því að setja aukamann. Já, að við sjáum hvað gerist hér. Fjölnismenn þetta niður í 6-0. Breki yfir út. Elvar, Teitur! Það er varið! Góðir gestir! Mörnir er að verja sitt annað skot. Vörnir komið jafnmörg. Skot varinn á Birkir. Og þá er Teitur, hér er flautað, taka aukakastið á réttum stað. Teitur, Elvar, Hergeir. Elvar, gegnum brot, ekki víti, fríkast á réttu dómur. Þetta er akkúrat munurinn að hafa alvöru dómara á móti pappakassi. Þarna hefði einhver dómari dæmt vítakast, ég er alveg fullvissuð það, ég nefndi ekki nöfn Örn Arnarsson. Já, ég hugsa það sama. Og þetta er spjald, Nei. 2 mínútna brot í sem bein. Það er búið að leggja ansi harða línu hérna, Viktor. Þetta er reyndar alveg hárréttur dómur. Já, ég veit það. Við getum ekki kvartaði við þessu. Við sjáum að Hulda Dagsdóttir er mætt hérna í gulri Fjölnistreyju. Enda Fjölnisblóð í henni. Bróðurinn að spila þarna inn á. Og þá eru Sörfisingar einum fleiri sóknarlega. Teitur, higgar. Fjölnisson, nei, kemur. Teitur, Guðjón, higgaðu. Elvar, þetta er orðið vandræðilegt, hendin er komin. Undir þetta skot, langt framhjá. Þetta var nær hotfónanum, þetta er stönginni. Og það er ekki svo hotfóni. Nei, hann er út á fótboltavelli. Svo langt framhjá var það. Og þá stilla Fjölnismenn upp, manni færri, Arnar bregður að ráða að taka ekki Ingvar úr rammanum. Kristján. Nei, fríkast eru náttúrulega alls ekki manni færri þar sem bæði lið eru með manni í brottvísi. Nú kemur maður inn á, þá eru Fjölnismenn manni færri. Eyvindur, Hrannar kominn inn á að nýju. Kristján Örn. Sveinn. Þetta er orðið vandræðilegt, hendi komin upp. Kristján Örn með skotið hátt yfir. Það er mikið stress sóknarlega hjá báðum liðum, sjáum við. Það sést alveg að þessi fjöldi áhorfenda, þessi háa í salnum er að hafa áhrif á bæði lið. Staðan 2-1 eftir 9 mínútur og 30 sekúndur. Elvar, upp í loftið þversending, Teitur sækir vel á Guðjónin. Skemmtilega klára hjá Guðjóni.
Á breiða okkar menn í Selfoss á það ráð að setja Rúnar inn á fyrir aftan Atla Kristins sem spila fyrir framann varnarlega. Atli Kristins sennilega einn grjótharðasti leikmaður sem ég sé spila í langan tíma. Meiddist tvisvar á hnénu í síðasta leik en hélt alltaf áfram. Og þarna innkast. Lætin eru rosaleg hér í Dalhúsum. Það var jafnt í liðum. Breki með skotið yfir. Nú eru mínútur Breka taldar held ég. Nú var okkar maður Björgvin að spreyta sig með þetta líklegt. Nei. Hvað er að gerast? Ekkert dæmt. Kristján! Upp með þig! Já! Kristján er að skora þarna. 2 mínúta brottvísun, takk. Nei, stutt spjall við dómarann. Það er hann aðvörun. Birki. Atli fékk þarna eitthvað högg á sig. Vílík læti, maður heyrir vart í sjálfum sér hér í Dalhúsum þessa stundina. Það er mikið sagt þegar þú ert að velli, Viktor. Það er hárrétt. Enda ekki maður sem tala lágt. En Fjölnismenn standa 6-0. Ekki hefðbundna 5-1. Hergeir, Elvar kemur út. Frábæra varnarleikur, Teitur með frábæra línundingu. Andri og hann skorar 3-3. Fjölnismenn gerir rætt á. Selvíkingar eru að skipta í vörn og þeir eru að nýta sig það. Og setja upp með þig. Já! Sneggja Þorgeirsson er að koma Selfyssingun einu marki undir með þessari slummu. Það er verið að setja nýtt met á Fjölnir TV. Það eru yfir 400 manns að horfa á þessa útsendingu, góðir gestir. Þetta er ótrúlegt og það eru úr öllum heimsálfum. Ég meina það er fólk að horfa í Noregi og það er á... Já! Ó, heyrðu! Já! Viktor, Ingvar er að verja. Sitt 7. skot. 7 skot varinn. Ég ætlaði að fara að lesa upp löndin sem eru að horfa okkur en það var mikið að gera leiknum fyrir að gera það. Kannski hálfleik. Hergeir, frábær varnarleikur á Sveini. Hergeir kemst ekki langt á móti tröllinu. Og þetta er svolítið að horfa á Jaris klessa trukk. Já, allan að Jarisinn er vel beyglaður. Meðan að trukkurinn stendur og hlær. Áhugavert að Addi breytir í 6-0 vörn eftir að fengi bara á sig 2 mörk hérna með 5. döldinni. Þannig að ruggla hans rýminu. Elvar, sendur út í hótt Andri, þetta er orðið vandræðilegt. Hendi kominn Teitur. Ingvar Kristinn, hvað er að gerast? Þetta minnir mig bara á Magga. Þegar Maggi var hérna í Víkinni. Fyrir akkurat árið síðan þegar Maggi varði eitthvað 40 skot. Magnús Erlendsson varði hátt í 40 skot í einu leik. Og hann var hringt í lið og kvartað vegna eineltis. Fyrst skiptið söguna var einn maður að leggja heilt lið í einelti. Það var Maggi. Sjáum að Björgvin er kominn til að stýra leiknum. Björgvin, skotum með það strákur. Björgvin Páll Rúnarsson, þvílíkt mark! Þið verðið afsökun álítið góður, við erum alltaf ekki Fjölnismenn en við fögnum eftir hvert mark og við erum að sjálfsögðu með öllu hlutdrægir. Það er alveg klárt mál. Við biðjum vin okkar austan í fjall að bera, þolinmæði fyrir því. Það er bara bera skilning til okkar. Já, auðvitað, ég menna, þannig er þetta líka sjálfsmegin, það er klárt mál. Elvar, Teitur, Atli kemur upp. Sveinn Þorgeirsson! 3. skoti sem vörðum við þar. Já, komum með fleiri en markmaður Selfoss. Við erum að telja. Já, jafnmörg, ok. Við samþykjum það. Og Atli kastar boltanum út af. Stressið er að fara í menn. Það er bara hannig. Og Breki kemur það út af. Hann spila vörðan með Bjögga. Og Fjölnismenn stillu upp. Sjáum að þeir þetta fá vinstri hornamanninn inn, eða Björgvin gaf merki það. Þá kemur Bjarki Lárusson hér og sækir boltan. Já, Bjarki kemur út, fær boltan af Bjögga. Sendir hann Donna Bjögga, Bjöggi árásina, nei. Sveinn kemur hann með upp í skotið. Og í stöngina.
Frákastið er Fjölnismanna. Bjarki og Fjölnismenn stilla upp. Rónir. Fóra vörðin í stöngir hana. Kristján Örn. Náðu boltanum. Já, það var fríkastæðin. Dæmt hana. Þarna sjáum við aftur gæðinu dómurunum. Þeir eru alveg með hreinu. Ég hef aldrei hrósað mikið dómurum á einum tímabili. En það má líka hrósa svona mönnum sem eru með allt upp á 10 eða þannig að hinga til. Þetta er engin fuglar. Sama kerfi, Kristján Örn, Björki, komdu með það strákur. Já! Vinn Páll Rúnarsson, hann ætlar að sýna okkur annað í byrjunarliðinu, það er nokkuð ljóst. Hann er akkurat að sýna það af hverju hann er markahæsti leikmaður Fjölnis í vetur og í þessu ynni. Hann er bara gríðarlega góður. Staðan 6-3 eftir 15 mínútna leik. Nú næst markahæsti leikmaður Fjölnis. Næst markahæsti Fjölnis í innvíðinu er hann Sveinn Jónsson með 5. Hann er ekki nema 17 ára gamall, fæddur 1999. Einn efnilegasti leikmaður landsins árið góðu, hann er takið vel eftir honum. En það voru Selfyssingar sókn. Sjáum að Sverrir Pálsson er komin í skyttuna. Teitur kemur yfir. Sverrir næra hljóma á línuna. Glæsilega gert í Selfoss. Þeir mega það, þetta var vel gert. Frábær slút þarna hjá Hrannari. Og Kristján og Karlsson fær gullspjald. Ég man eftir því að ég kenndi honum þetta, ég var að æfa með honum á sínum tími í Fylki. Já, hann er fylgismaður. Hann er fylgismaður. Hvar eru þeir í fyrstöldinni? Fylgir. Þeir eru einmitt að fara að spila þar eftir 8 ára eða eitthvað. Já. En hér kemur Brynjar út, kominn í hægra horni og sækir boltann. Sveinn, Björgvin til ámálosu Kristján. Mæta Kristjánu vel, línusending hátt. Erfi Hátt línusending. yfir Sveinn þarna. Bolti fram. Nei, Frábær sending Þórir. Hvarver! Hann er að verja sitt 9. skot. Þórir Ólafsson er áfram með 0% nýtingu eftir 2 skot. Bjarki. Já! Bjarki Lárusson. 7-4 góðir gestir. Þetta er magnuð byrjun hjá Fjölnismönnum. Staðan 7-4 til 16 mínútur og Fjölnismenn líta bara hrikalega vel út. Eins og minnst á áðan þá er Sverrir Pálsson kominn í vinstri skyttuna. En Sverrir er búinn að vera frá lengi vel í vetur vegna veikinda en er kominn aftur inn á krúsjál punkti, beint inn í úrslitakeppnina. Já, þarna sjáum við aftur þessi maður er markahæsti leikmaður Selfoss í deildinni. Þvílíkt skot. Það var Elvar. Jæja, það er búið að brjóta. Það er búið að brjóta, rétt hjá honum. Og minnum áhverju góður að við erum alltaf á Twitter, notið hashtagið handbolti og tjáuð ykkar skoðun. Við elskum gagnrýni. Elskum gagnrýni. Sérstaklega hún er slæm. Takk Arnar Óli. Ármann Óli fyrir ykkur. Já, ég fíla hann líka. Ármann Óli fínn strákur. Já, ég fá jafnvel sjárátt í beinni, gerir gott tvít. Björki! Ég klappaði! Þvílíkur leikur! Hann er nýkominn inn á og strax kominn með 3 slumur. Nú er ég ekki íslensku en er það rétt að segja er á eldi svona mann, Viktor? Hann er á eldi eins og vinnur hans Ingvar í markinu. Nei, nú lekkaði, nú ert þú alveg vel þekktur í Íslandi sem svo topp 5 rauðhærði handboltaspenningurinn. Myndir þú segja að Fjölnir væri bara betri? Þeir eru búin að vera betri hingað til en Teitur, hann ætlar ekki að gefa neitt eftir. Já, ég jinxaði það, ég þannig að þegi smástund. Kristján Örn reynir í gegnum brott, fær mann aftur í sig. Já. Þetta er bara 2 mínútna brottvísun, aftan í hárréttur dómur. Þeir eru með algjörlega á hreinu þessi dómarar. Sestu á bekkinn er öskrað, hans önnur brottvísun leiknum. Þetta hlýtur að vera áhugjörn fyrir þjálfa Selfyssinga, Stefán, að hann skulle svona þeirra aðal varnarmaður, einn af þeim sem komið með 2 mínútur þegar 18 mínútur liðin leiknum. Hann þarf að vera á bremsunni. Það var Fjölnismenn, Donni á miðunni, það var vantilega Kjærvar í gang, líklega hotnahjóki. Nei, já, það er þetta einu fleiri. Æja, þetta var ekki nógu sniðugt. Nei, en sáum hann að Selfyssingar eru búin að skipta í markinu. Náttúrulega lykilatriði. Hlynur er kominn inn á. Sko lykilatriði fyrst 2 leikjunum var það að Fjölnismenn nýttu gríðarlega vel þegar þeir voru einu fleiri. Það spiluður akkurat að Kjærvar sem Donni hoppar upp, tekur sér ákvörðun, sendir hann í hotni, sendir hann á línuna, skýtur hann á markið. Þetta var hann að kólraungangurinn. Hann tók kólraungangurinn hann. Og við verðum bara að nýta þess tækifæri þegar við erum einu fleiri.
Selfyssingar líka að taka við sér sjensa með að taka markmann út af. Við höfum einu svona refsaði með að skora völlinn. Það var Teitur yfir á Sverri. Sverrir inn á miðuna. Tekið föstum stökum. Elvar kom hægra megin. Hún er alveg skýtsaman þar, einu samt. Það ára svona. Nú er hann Elvar að spila í horninu hjá U20-liðinu. Evi skríðalega góður fyrir stöðum. En hann er bara svona fjölar leikmaður, getur spilað nokkuð í hvað sem er. Teitur, það sást langar leiðar hann var á skjóta markið. Hundi á vísilega komin upp. Nei. Skemmtilega gert þarna hjá. Fór á vörðinni. Já, það er víst. Ég vil kolla að þetta hafi verið fyrstu mistök sem dómarinn gerði í leiknum. Eftir 90 mínútur. Ég verð að segja að það sé anskoði gott. En höndin er uppi, það verður að fara inn væntanlega bara. Spurning hvað þið gera. Ef við sjáum þetta orðið góður. Þá er Þórir bolta, hann þarf að senda á Teit. Síðust hann að fara beint inn. Fær fríkastíða væntanlega, já, sniðir. Nú þarf bara að koma skot. Elvar á Ingvarver! 10. skoti sitt. 10 skot varinn, þetta er frábær byrjun á leik í honum. Sjáum að Helgi Lindsson er komin í markið. Frábær að spila. Hvað ert að gera, Bjarki? Þú ert með hálfan teginn. Þetta var ekki gott slút. Já, ég myndist akkurat á það að Selfossing sýndi markmann, Helgi Lindsson. Ekki Þórir í skyttinu. Þetta er nýtt útspil hjá Selfossingum. Þór Ólafsson í skyttinu. Er hann gömul skytta? Hann er náttúrulega bara í hægra horni en það eru manni færri þá er hann í skyttinu. Já. En Elvar slúttar þessu vel. Heyrðu! Þetta er spjald. Og hann er svo saklaus. Atli, það er svo skemmtileg svipur sem kemur á hann. Minnir svolítið að köttin úr Shrek. Það er alltaf verið vitlaust á Twitter. Já, þá kemur Bjarki út, gefur á Donna væntanlega, Donni hoppar upp, losa boltan, Björgvin á Svein, kemur á miðuna, Svein við skotið, það er Vari og Helga. Og hann Guðjón kastaði sig á boltan og skoppaði út á veitti vellinum. sig í leiðinni. Þetta var, ég ljótt að segja fyndið en hann svona skoppaði þetta skemmtilega út af. Vonum nú séð læg með hann, þetta er heldur vond, það enda á riðbörunum. Nei, vá, heyrðu, það er skurður. Já, hann hefur lent svona haustum líka í leiðinni. Ég sá ekki á hann góður, hann kom með góðan skurð yfir hægri auga, alveg fossblæðir. En hann, Jón Birgir, súðhjálpari í Selfoss, hann er að hlúa hannum. Vonum að sé læg með hann. Það er alltaf verið vitlaust á Twitter. Já, Guðmundur Ólafs, ég hef spilað handbolta. Og það eru vitlausingandi Viktor Lekkvi og Jón Brynjar Björnsson sem er að lýsa fyrir ykkur. Haldið áfram að twitta okkur. Við höfum gaman að þessu, Kristján, Björgvin. Wow. Jæja, staðin 8-7, þetta er búið jafnast aðeins. Nú þurfa Fjölnismenn að fá mark, við erum ekki búin að skora í smá tíma. Það er Donni í gang, Kristján. það er blokkað af vörninni, Sverrir Pálsson. Hann er ekki lágvaxinn. Nei. Þarna vildi Selfyssingar fá meira, mál með Donna að hann er ekki að detta svona dramtíst, viljandi séð. Já, Helgi Lindsson mættur. Helgi er að byrja hennar leik frábærlega. Komið 2 skot varinn á Sverrir hinum megin. Einn línsendingur nær því einhvern veginn. Það er og fær víti. Það er ótrúlega hvað þeir ná ínun alltaf. Gult spjald á Brynjar, loft. Svon. Já. Svo ber nafnað hér fram. Þá fer Andri Már á punktinn. Nú, Andri Már skoraði hérna í vetur heil 118 mörk og
hann var vissulega markahæsti leikmaður Selfoss, ekki Elvar. Hann hefur ykkur þarna. Já. Hann að sýna þarna af hverju hann á að vera vítaskiptan. Það er greint að hann borðaði triksi á leiðinni. Og þetta vakti Selfyssinga vægast sagt til lífsins. Og þá var hann Björgvin konið vinstri skyttu, Breki á miðunni, stjórn á spilinu. Það er að breyta einhverju, en það Fjölnir ekki búinn að skora í það fyrir 6 mínútur. Björgvin kemur á miðuna, á Svein grípboltann, tekinn föstum tökum. Það er keyrt á hann. Hann Atli er lúmskasti brjótari, það er rétt orð, sem ég séð. Hann alltaf nær að leggja aðeins svona hnýjan á mann sko. Hann tekur sér lúmsku brot. Það er líka það sem gerir hann að einum af skemmtilegustu leikmenn haustdeildarinnar. Allavega að mínu mati. Við viljum fá smá fighting í leikinn. Jæja, Breki, kalla kerfi. Það var Björgvin í árásina. Inn á miðuna, yfir á Donni, hoppar í gegn. Donni! Það var lagleg strákur! Þvílíkur leikmaður! Lét sér hann að vaða í eigðuna og skoraði 9-8. Glæsileg vörn Donna með svörkjöfari. Fjölnir með snöggi tilbaka. Allt í henni fóru Selfyssingar að keyra hraðbrautin. Líklega vegna þess að hann er kominn inn á línuna. Hann Árni. Spila bæði vörn og sókn. Við viljum henda smá þakklæti á Þór Akureyri fyrir að lána okkur þessi frábæru headset sem við erum með hér í kvöld. Þórir í gegn og þarna skora Þórir. Jæja, Þórir fekk að smá heppni stimpill þessu. Það er frákastinu. Donni og í stöngina og opnið hana. Fjölnir nú búinn að eiga einhver 3 stangarskot. Donni snið, náði hann að sláti boltans, fór út af og í haus á litlu stelpu. Eins og við erum búin að koma inn á áður, Jón Brynjar, þá erum við að lýsa fyrir Fjölnir TV, erum Fjölnismenn og við erum mikil hlutdrægni í lýsingunni hjá okkur. Alveg 100%. Við skömmumst okkur ekkert fyrir það. Við erum stoltir af því. En já, Teitur, framhjá, fríkast. Frábær varnarleikur á Fjölni. Já, stillir hann Elvar upp, komin á miðuna. Lúmskur hérna. Já! Okkar maður í rammanum! Vá! Breki Hallstaksson! Góðir gestir! Vá! Þetta var svo geggjað skot! 10-9 þegar það bil 5 mínútur eftir leiks. Einsmarksmunu leggur við þurfum að fá smá fórskot inn í hálfleikinn, ekki? Það væri gaman að fá að prófa leið einu sinni með 3-4 mörkum í hálfleik. Já, það hefur ekki ennþá gerst, samkvæmt mínum tölum. Ég held að við höfum bara ekki einu sinni leitt í innviðinu í hálfleik. Það er staðfest, við höfum ekki gert það. Það væri a first. Og vonandi verða það fyrsta skipti sem að Fjölnir mun leika sem... Já, Ingvar! Hvað er að gerast? Hann er búinn að verja hér 12 skot! Þvílíkur leikur hjá drengnum. Kristján, þversending, í Sveinn stillir upp. Og Anton stoppar þetta leikinn og bannar allt peysutók. Við verðum að taka eftir einlega hvað það hefur breyst í síðustu leikjum. Nú eru þeir að gæta Svenna á línunni virkilega vel. Já. Hann hefur verið laus í síðustu leikjum, skorað til að mynda 7 mörk í síðustu leik. Þannig greinilega hefur Stefán eitthvað lagt upp með það að passa línuna ekstra vel. Sjáum bara á treyjuna svo eins að það er verið að taka hart á honum. Hún er búinn að stækka 2 númer. Hún er komin í Dressmann XXXL búðina. Já. Góð vörn Sverri, hann er hörku varnarmaður. Þá kemur Brynjar inn. Brynjar sendir yfir á Donna. Fjölnisson vinna líka bara með 2-3 kerfi, sýnst mér. Breki. Nei, fríkast, nú verður hendinn sennilega komið upp. Orðinn frekar löng sókn Fjölnismanna, þarna kemur hún. Hendinn kemur strax upp. Þá er samt Donna og þá er bara keyrt út í hann sko. Já! Þvílíkt slút! Og hann fagnar í andliti af Selfoss-stuðningsmönnum. Svona á að kveikja í munninn. En það reiknaði með því að séu nokkrir í hornunum sem er bara öskrandi hans meðan í sókn. En það er hann Selfoss megin. Og líka Donni, hann er bara hliðin á stuðningsmannheit Selfoss. Þetta er rosalegt.
Gunnlaugur, nei, ég ætla alls ekki að hætta að tala. Það algjör óþörfi. Og það var að Teitur kemur á miðuna, Teitur stingur niður, stýður hana, komur í gegn. Já, Teitur skorar. Frábælega gert hjá Teitana. Það svolítið magna þetta sé hans fyrsta ár í meistaraflokki. Miðað hvað hann ógeðslega góður. Já, þessi maður er ekki fyrsta ár í meistaraflokki, en hann vissulega fáránlega góður. Já, skora Sverrir Pálsson. Sverrir Pálsson, stór og stæðilegur, frábær skytta. Hann að skora sitt fyrsta mark. Og þá standa áhorfendur á fætur, enda 2 mínútur eftir hálfleiknum. Fjölnir yfir 12-11. Líklega verður þessi leikur bara jafn það til á loka mínútunni. Og þá að Breki kemur í gegn. Já! Þetta var frábælega. Hann að sýna af hverju hann kallaður Hax Dagsson á millandi. Þetta getur sem verið svind. Þessi sendingar hjá Sverri eru svaklega skemmtilega. Það var lúmska sending á hann sem Andri að skora ekki úr og svo aftur fyrir bak þegar maður er brjóta á honum. Hann virkilega áhugaður að leikmaður Sverri og það hefur verið mikil synd fyrir Selfoss að hafa ekki verið með hann í veturinn. Frábær varnarvinna hjá Sveini og hinn Sveinn kom fram, hvað gerir hann? Og það varið! Þetta var mikilvæg varsla hjá honum. Fjölnismenn geta komist 3 mörkum yfir en eru mögulega að fara minnst niður í 1 eða hvað? Nei, aftur tilraun 2 Sveinn, nú ertu með þetta. Nei, Sveinn Jóhannsson. Kemur, alltaf læg. Helgi Hlinsson algjörlega á eldi hérna hinum einu markinu eins og Ingvar. Hann kom með 5 skot varinn held ég. Stefán Guðnason á það ráða að taka leikli. Þetta var svolítið leiðilegt að sjá, ekkert ekki að klára það færi. Við hefum klárlega þegið það að vera í stöðunni 14-11 núna. Það væri mjög þægilegt. En já, nú er mikil Twitter-umræða í gangi. Já. Gunnlaugur 29 ekkert voðalega ánægður með mig. Nei, hvað er hann að segja? Hann að rauna yfir mig hérna að biðja mig að hætta að tala. Það hafa nokkuð sagt þetta þig áður. Já. Oft þeirra kvenmenn en það er náttúrulega saga. Já, það er allt önnur saga. Gunnlaugur 29 segir getur þessi Viktor ekki að hætta að tala í smástund. Já, sendur líka að setja shoutout til Norex á Arnór Áskilsson, hann að horfa. Sendur shoutout á BB sem að horfa hérna Dalsum. Takk ekki miða. Við verðum bara að vera svolítið duglegir því að vera virkir á internetinu. Og við sendum shoutout til besta vinstri hornamann Íslendinga Bjarka Már Elíssonar. Hann situr í sófanum heima á sér og er að horfa á okkur hér. Með eitt Kronbakker. Væntanlega með Kronbakker í hönd. Já, ég held ég nú. Ég hef að stórlega það enda atvinnumaður og drekkur ekki bjór. Já, það er rétt. Það eru 50 sekúndur eftir, Selfsvíkar sókn. Nú er eitthvað skemmt kerri í gangi. Nei, það er gamla góða Kæró. Það var Árni, ég var Teit. Teitur á miðuna. Sverrir. Kristinn á miðuna. Elvar. Teitur. Já, flott vörð af Fjölnismönnum. Reyna að tróða þennan línuna. Nú hlýtur Höndri að koma upp. Höndri komið, Teitur snöggskot. Það var það! 30 sekúndur eftir leiknum. Það verði 13. skoti sitt í þessu fyrri hálfleik. Stórkostleg prósenta hjá honum. Fjölnismenn mega taka sér tíma, kannski múma aðeins ræða kannski. Já, þarna kemur leiklið. Jæja Viktor, hversu mikilvægt er það að ná að skora úr svona loka sókn? Það er náttúrulega alltaf mikilvægt að skora mörk. Að koma okkur í 3 marka fórustu. Það er gríðarlega mikilvægt að vera í fórustu. Af því ef þú ert í fórustu, þá vinnur þú leiki. Þegar bjallan glímur, þá var það rétt fyrir þér. Akkurat. Þú getur ekki tapa leik ef þú ert með fórustu. En nú hafa liðin mæst 4 sem áður, Selfyssingar hafa leitt í hálfleik 2 sem áður og 2 sem hefur verið jafntefli. Þannig að þetta er rauninni ný staða. Það er 4 sinnum en það er í þessu einvígi. Hvað segirðu? Í þessu einvígi. Já, svo sagði ég. Já, sagðirðu það. Já. Ég mistaði. En nú aftur minnum við á hashtaggi handbolti á Twitter. Við eins og Hringbrautarinn að hvetja til umræðum handbolta í Íslandi. Við verðum nú bara að þakka þeim kærlega fyrir sem að 5-1 að hafa starfið svona mikið í vetur, sérstaklega í úrslitakeppninni. Og ég held mér þess að King Logi G sé í húsinu. Sjáum að Ingvar er hérna að espa Fjölni stuðningsmennu. Þeir taka Donna á umferð síðustu 15 sekúndurnar. Það væntanlega setjum á strik í kerfið. Það var ekki eitthvað annað. 10 sekúndur, 9, 8.
Skottu! Frika. Snöggi, nei ok, verðum að bíða. Breki var hérna að högga á andlitið og liggur eftir. Tíminn er búinn, það er aðeins aukakastið eftir. Maður sér ekki oft skora á svona aðstæðum. Já. Það er gaman að sjá núna. Ég sendi shoutout á alla í Fylkishöll. Þar eru við í þráðbeinni útsendingu á risaskjá. Björgvin, en aukakastið Það reyndi gamla góða flikki, það er svona að halda boltanum þannig að stýra að þér og kasta áfram, þá dippar hann svona niður, það gekk ekki upp að þetta skipti. En staðan í hálfleik er 13-11, það er frábær stemmingin Dálsum. Við ætlum að taka fyrir stutt hlé og á meðan munum sína myndir úr leiknum. Já, en rétt fyrir hlé ætla ég að segja, Já. Gunnlaugur, þú hlýtur að vera ágætur gaur líka. Ég trúi ekki öðru. Takk fyrir þetta. Já, ég er ágætur, það er nokkuð ljóst, ég veit það alveg. Við erum virka Twitter, við svörum ykkur, það er bara hannig. Þetta er bara til þess að hafa gaman. Að sjálfsögðu. Herðu, jæja, þá tökum okkur örstu pásu. Hópið er ástæð. Ekkert mál, Logi er völd að kýpa, ekkert mál, gjörstu vel. Þetta var trúfært. Það er einn að völdi frá Fjölni. Svo får jag vinsta i sådana, förstår du? Att du har blivit eller fått skål. Tack ska ni göra med vinsta, det är att jag kan lova att sälja till pappaskiparna vinstens. Det är bara vinsta, så kan du göra. Det är faktiskt med. Två krackar i ubåt som att hitta i slátra och Anstæðna kontur, já, og við viljum eitt selvfyrting, kontur, já,
á hindin og búin að vinna playina. Þetta er góð. Og það var að næsta við sjálf sig. Já! Það er bara önnur! Háðsvíð og hundar, Kristján Aðstænd og Leikjöldsson. Það er ákveður sem segir, Kröfnarfjörðurinn. Þetta var skemmtilega leikur. Herru, ég ætla bara að kemja út af áhaldsvöður. Það er Jón Ögrundi. Það er 7-8 mínútur eftir á hálfsvöður. Ísa klókið að enn þetta. Og þetta kemur þetta hálfsvöður að stúna að setja beinalega. Það er hálfsvöður eftir að tímabönginu.
við erum komið aftur. Það er ekkert annað. Fjölnismenn byrja sókn. Stað 13-11 Fjölnismenn vil. Bjarki Lár kemur út. Sendir á Donna. Donni kemur á miðuna. Hoppar um Georg örgulega. Já, akkurat. Erfið bolti en Sveit Þorgis með afturinu. Nú verður endin sennilega að koma upp, gæti ég trú að Kristján Breki Sveinn sleggja og Helgi heldur uppteknum hætti og ver Sitt 7. skot í leiknum. Koma vel í vinda. frábær varnarleikur. Gríðarlega mikið stemning í þinni. Þetta er bara, þetta er frábært. Þetta klikkaði svona í allir handboltaleikir að vera. Af hverju ekki svona alltaf? Það er góð spurning. Það væri svo gaman. Það var það. Sækið Atli svífur heillengi eins og hann gerir best. Setur hann í fjarnið. Ingvar kemur Ingvörðum við. Þá stilla Fjölnismenn upp í rólendum. Og svo fyrir maður til markahæstur menn. Breki Dagsson markahæstur hjá Fjölni með 4 mörk og svo eru 4 leikmenn með 2 mörk hjá Selfoss. Markskóður að dreifast ágætlega vel þar. Hér kemur Bjarki aftur út. Fyrir Njárssona. Já, auðvitað. Donni hoppar tilbaka. Og Helgi hér. Skýtur hann að erfitt skot. Helgi verður það tiltölulega þægilega. Hann 7. skot í völd. 7. skot í leiknum. Hergeir. Nei. Jú, ok. Inn í teig. Já. Ég held ég að vera meira pirraður í að skunda að vera í víti heldur en eitthvað annað. Þá tekur núna Elvar víti. Elvar skorar úr vítinu. Þá eru Selfyssingar búin að jafna, byrjar þetta mjög vel. Donninn á miðuna, hvað gerir hann? Og hann skorar! Já. Við vonum að hann sé dottinn í gang, en það þurfum við hann svo klálega og ætlum upp í ólís. Það er alveg klárt mál. Ef að þeir eru að lenda í einhverju vesenni með hljóð eða örðuleika, þá er að gera resetta browserinn, segir tæknimaðurinn okkar. Hér kemur Elvar, Teitur. Góð fast á Selfossi. Nei, hann Atli hoppar jafn mikið á Donni. Það er bara hann. Núna fer höndin væntanlega að koma upp. Já! Þetta var sleggja. Það eru já. Já, ég veit ekki af hverju ég sagði, þetta var bara svo vel gert. Já, 14-14. Breki Vá, hvað svarar. þetta var fast. Þetta er Brekinn sem við þekkjum. Herru, já. Þá stilla Selfyssingar sókn. Þór Ólafs í hægra horni. Hann ætlar að reyna á alla orku sem hann eftir líkamanum og spila hann hálfleik. Eins og hann leggur sig, grunar mig sterklega. Sama Atli Kristins er í vinstri horninu. Stefán greinlega með nóga taktískum útspilum. Og hann fer hann mitt inn. Og Ingvar ver og vítakast. Spurning hvort að Donni hefði ekki bara maður fleip honum inn. Treyst hans Ingvar, maðurinn komið 14 skot varinn. 14 skot, 14 mörk á sig. Það er 60% markvarsla ekki, Jón. Þú ert greinlega starffræðingur. Já, bara að fá smá twitt á móti mér, ég er svo gaman að þið. Já, ég veit það. Herri, jæja, Elvar á punktunum. Hann skorar. Elvar með sitt annar mark og vítakasti hér í röð. Staðan 15-15, myndi að vera svona pingpongleikur. Donni og skorar. Já. Svona viljum við hafa Kristján. Þetta eru 2 mínútur. 2 mínútur, hárréttur dómur. Rúnar, kempan sjálf, Rúnar hann er fleikt út af 2 mínútur. En þeir koma beint út með hendur útdettar á mót Donna. Þeir eru bara að reyna að stoppa hann með kraftinum, ekki með góðum varnarleik. Þannig það var alveg klálega rétt ákvörðun að mínúti. Og að mati Fjölni TV sem er enda engin mælikvari, enda erum við bara allt og hlutræðir.
og stoltir að því. Við erum hlutdrægir, við erum stoltir að því, við elskum Fjölni. Ég meina, nú hefur Fjölnir aldrei verið úrslit áður. Selfoss var síðast 2010. Þetta er okkar tími, Viktor. Þetta er okkar tími. Hergeir fyrir sjálfur og Ingvar er jókastega Fjölnismanna. Svona vil ég hafa þetta. Ingvar að verja sitt 15. skot og Bjarki. Hvernig? Nei. Hvernig, afsaka þetta. Hvernig varði kvikindi þetta? Og með kvikindi meinaði það eins og vel að geta mynda. Þetta var magnað. Stórkostlega markvörðan hjá Helga sem er að verja sitt 8. skot held ég. Sá er heitur maður. Það er alltaf gaman að því þegar menn verja mikið. En nú er Bjarki Lár búinn að fara með 2 mjög góð færi. Við þurfum að nýta þetta dauðafæri ef við ætlum að vinna leik. Það er klárt mál. Það er alveg klárt mál. Við fáum ekki neitt GS í dag. Elvar. Fótur. Gamli góði. Áfram, nei, ekkert fríkast, ég er að ruglast. Hergeir, Ingvar Ver! Já, Ingvar Ver. Bjarki skoraði núna þá strákur. Já! Númer 14. Við erum að tala um það að Herra Ísland. Bjarki Lár kom á láni frá Afturlendingu og það sem hann spilaði hann fyrir áramót og hann spilaði alveg fullt þar. Hann skoraði 22 mörk. Hann fekk nægan spiltíma en hann vildi koma í Fjölni. Hann spilaði með þeim síðustu vetur og við viljum meina hjartans er guld. Hann ætlar að fleyta okkur upp í Ólís og er á honum með eitthvað þar. En við tökum þetta 1 skrif einu. Stórt shoutout á Lárus Helga Ólafsson. Blastað okkur strákur. Það var Elvar, klipping við Teitur miðuna. Atli, missi boltan. Fríkast. Glæsilega gert af Kristjáni. Kristján Gróttumar, þeir eru mjög víðir menn að eðlisfari. Eins og allir Gróttumenn eru búin að koma inn á held ég. Þessi maður, hann klikkar valla skoti. Þetta er ótrúlegu leikmaður. Hvernig getur Grótta að bli svona leikmaður frá sér? Við erum að tala um það að þessi leikmaður, svo ég skoðu nú aðeins tölfræðina mín hérna. Þessi leikmaður er nú búinn að vera með bara markahæstu mönnum miðað við mark per leik síðan hann kom. Það kemur wow, út af með hann. Hann er komið 2. Ég sá ekki alveg hvað gerist þarna, ég misti algjörlega þessu. Jæja, hann er komið 2 mínútur. Bjarki Lárusson liggur þarna, heldur fyrir andlitið. Ég held að ef dómarinn hefði séð þetta, þá hefði hann mögulega 2 mínútur, en hann sá þetta ekki. Díva, kallar skjálftinn. Nei, hann fær tiltal, hann er á allra síðasta séns. Tiltal er það. 2 mínútur á tiltal, hann er á hálum ís. Hér kemur Bjarki aftur út. Nú viljum við mark. Breki Hagstagsson. Sveinn missir ekki boltan, fríkastan. Nú verður hendina að koma upp. Sveinn Jóhannsson tekur þetta fríkast. Bjarki, Sveinn, Breki. Sveinn Þorgeirsson er að skora og koma Fjölnismönnum 3 mörkum yfir. Þvílík sleggja, hann er að stíga upp á réttum tíma þessi drengur. Gunnlaugur minn, Ingvar er í miklu starra hlutverki, hann er kynnir á þessum leik. Hann er ekki að lýsa. En Gunnlaugur, ef þú ert í húsinu, máttu endilega koma upp til okkar. Þú elskar að tjá þig og við elskum menn sem tjá sig. Já, Hergeir á miðunni. Teitur. Bara Elvar upp. Sendir yfir á Hergeir! Þórir inn! Þetta er varinn! Ingvar er að verja! Hann er að verja sitt 17. skot hér í dag! Og... Hvað gerist þetta? Hotkast. Þarna var hann Helgi Lindsson kominn úr markinu og hann Breki sá það reyndi skot en Sverrir Pálsson var vel vakandi og náði að slá til boltans. Jæja, það var að Bjarki á Donni. Þetta er bara ruðningur, þetta er hárréttur dómur. Kemur hann við hann? Já, mögulega, ok, ruðningur. Það snýr líka baki. Frábær vandarleikur á Sveini Jóhannsinni sem gefur þessum fyrrum Ólympíu fara og
landsliðsmanni ekkert eftir Ég sýnt hann að klipið hans í Þórir og Þórir bara að leita á hann. Ég held að gerurinn hans séu löngum daufar eftir að vera klipringin með árin. Í leik þar að segja. Held ég, örugglega. Jæja, það var Elvar. Á Hergi, Hergi á Þórir. Losa boltan, Elvar upp. Losa boltan, Hergi. Ingvar, aftur! Nei, næstu í aftur. Fjölnismenn keyra hér, Kristján upp í loftið, boltinn yfir, Breki, já, Við héldum þess að enda inni en hann endaði vist í netinu fyrir aftanmarkið. Staðan 8-16. Það var Elvar. Frábær vörn hjá Sveini hana. Já, Bjarki náði að tjena á boltanum hana. Sveit vel vakant hann og náði að komast í línusetninguna. Sló boltan frá sér. En sko málið það að Viktor Þórir var ekkert á Ólympíuleikum sko. Ekki þeir eru unnum silfrið. Nei, Bjarki Már Jónsson segir okkur það að Þórir var vissulega ekki á Ólympíuleikunum. Já, ok, það verður bara að hafa það. Sveit nær boltanum, gefur hann sinn. Third time the charm, eða hvað? Já, það er bara hannig. 19-16, Bjarki Már, takk fyrir upplýsingarnar. Hann er alltaf búinn að spila á hellingarstórmótum. Bjarki Már Elísson greinlega með puttan á púlsinum út í Þýskalandi. Það er nokkuð ljós. Staðan 19-16. Og Þórir er í skiptunni, jafnvel þó það séu ekki einu færri. Þetta er eitthvað taktískt hjá þeim. Já. Það er áhugavert að sjá til hvers þetta er gert. Sverrir er með skoti og hann skorar. Það er málið með Sverrir hvað hann er góður. Þó sem maður að brjóta á hann með svo langar hendur, getur losaði nær eins og að gera þetta svo fallega. Þetta er ástæða fyrir þessi leikmaður var einn af markaðustu leikmönnum sjálfs í fyrra. Þetta er bara frábær skita. Við sjáum hann spilar þrýstinn í vörðinni, undir 5 vörðinni. Bara hann er frábær leikmaður. Bjarki kemur enn og aftur út. Ardonni. Æja. Hoppar upp hann með Sverrir í sig, spurning hvort hann eigi bara að losa hann. Jú, ég finnst það. Það var Sverrir. Wow, vel gett hana. Frábær spil á Sverrir Guðjónin og Guðjón skorar. Og Björgvin róa leikinn hans niður, en það Selfsvíkingar búin að skora 2 mörk í röð. Spurningur að við þurfum ekki að fá aðeins svona meira uppfyllari færi. Sjáum að Arnar er að benda honum á Svenna línumanni að vera hægra megin. Þegar þeir eru að rúkast út í Donna þá losnar hann. Þá kemur Kristján Karlsson út, fær boltan yfir á Svein. Svein kemur breytt yfir á Bjarka, klippið hann rauninni. Það var Björgvin á Donna, Donnin á milli. Skýtur á marki en vel bótið á honum. Þá er það Svenni. Harkalega mætti mótunum. Björgvin. Jájá. Frábæri vörn hjá Selfyssingu þessa stundina. Fjölnismenn er ekki að finna mikið að klúðum. Það var Donni að skjóta. Nei, gefur yfir. Atli Díva. Og það er varið. Helgi Hlynsson að verja sitt 9. skot. Og það er hraður upp með Batti Kristins í þverslana. Bjarki nær frákastinu. Hoppar hann inn í tegin og sendir hann á Svein. Flott hann að vinna hjá Bjarka. Fagnar með hnefanum. Við erum með prófútgáfuna kerfinu. Leikurinn er einfallega það hraður að við náum ekki að spila endursýningar. Það er allt of mikið að gerast í þessum leik. Við reynum að gera það í leiklíðum. Ef við getum. Það var Björgvin miðuna. Gefur á Donna, Donni. Það er varið. Hann er að vera sitt 9. skot Helgi. Búinn að vera frábær sinna að koma inn á. Það komið 10. 10 skot, já. Þú veist að leikja að skrifa. Nú þarf hann. Donni að fara að finna leið fram hjá Helga. Þurfum og það mörk hæra megin líka. En það var að Elvar stjórn á spilinu. Við hefum ekki séð þessa uppbyggingu áður með Sverri, Elvar og Þóri fyrir utan. Er að virka ákveðlega. Ríkaðist þarna. Það var nú í ódýrar í kantinum. En vissjálf ríkast.
Stungi heit á það. Sverrir, boltinn eitthvað heitur. Já, lítið að gera. Ákvæmlega gert hjá Þóri. Þarna var hann Sveinn Þorgeirsson og Rikki undir og fylgdi línumannum, ekki mjög sniðugt. Staðan 19-19, 3 mörk í röð frá Selfoss. Þessi leikur er eitthvað Þetta er rosalegu leikur. Og þá, þetta kveikti svakalega í Selfoss. Þeir eru allir stærri fætur, hoppa. Þeir eru standa, flestir stúkunni. Björgvin reynir allt og erfið lýsendingu. Heppinn hann að fá fríkastið. Þessi leikur reynir þeim að líða allt og hratt. Það var Björgvin fyrir árásuna. Björgvin langsendingi yfir á... Vá, Brynjar í færi en... Já! Björgvin hirðir frákasti og treður sér netið. Þetta var eins og við viljum hafa þetta. Klárt mál. Þannig fór hann Brynjar af demantunum í öfugu horni við undir réttundur. Það var mjög áhugaður ákvörðun en sem betur fer nær hann Bjöggi frákastinu eftir að Helgi varði. Helgi er komið alveg heil 11 skot. Það er mjög gott. Elvar, fintuna, Sverrir, já, fríkastend. Glæsileg vörn hjá Fjölnismönnum. Ef þið heyrið ekki árið til góður, það var alltaf verið að vitlaust í húsinu. Stemningin er rosaleg. Sverrir fyrir þetta leið sjálfur og skorar. Sverrir Pálsson eiga stórleik hér. Já, það er gaman að segja ykkur frá því að það er hátt í 700 manns að horfa á þessa beinu útsendingu hjá okkur. Hver sagði að þetta væri jaðarsport? Tróddu sokk ofan í þig, ég skal koma með hann. Veldu bara leikmann og þú færð sokkinn. Ára Björgvin, gefur á miðuna, löngsendingjör Donna, Donni. Fast tekið á mótunum frá Eyvindur Hannari. Jæja, það er hotnauki, Sveinn Þorgeirsson á boltan, kemur í skotið, vörðin tekur það, en fer aftur í marki, þannig að Fjölnismenn eiga átkast. Það er ekkert grín að skjóti við Sverrir Páls. Nei, en núna er Fjölnir búin að eiga miklu verðlöngum með að ná að skora. Frábært spil. Nei. Jæja, Helgi Finns var þarna, Sveinn reyndi að vippa yfir hann. Helgi Lindsson að eiga stórleik hér fyrir Selfyssinga. Hann er svo sannarlega að halda þeim á floti. Við hefum ekki gleyma því að Sveinn er nú bara 17 ára gamall, eða hvort sé orð 17 ára. Fættur 1999. Þannig að það er ekki grín að spila svona leik. Þá fær Sverrir boltann á miðuna. Kemur yfir, nær sending á línuna. Og þá er Selfyssingar komin yfir. 21-20. Björgvin, það varið og það er mark. Brynjar Þorgeirsson snýr vel upp á líkamann og skilar þessu í samskeytin. Þvílíkt slúg. Nú þurfum við aðeins 7 í viðbót til að ná 700 manns á þessa útsendingu. Það lítur að gerast fyrr en síðar. Minnum á Twitter-hashtaggi handbolti, látið ykkar skoðun í ljós. Við tökum allir í gagnrýni. Á meðan eru Selfyssingar sókt, Þórir herskiptinni, Sveinn brýtur á honum. Þórir er alveg sultu slagur með þær brota á honum. Það eru margir sem hefur pirrað sig yfir þessu. Það eru Sverrir, stökksending á Elvar, reynir fintuna og Atli inn hérna úr ágættu færi. Atli inn úr horninu og skorar. Já, glæsilegt Bjarki Lár. Hröð með að tekja hana, Bjarki stingur svo mitt í vardamanna Selfyssinga og Þórir. Og Atli steinhissa yfir því að það var 2 mínútur að vera aftan í leikmann. Jæja, ára fram, Nú þurfa Fjölnismenn að nýta þennan tíma með þeir eru einum fleiri.
Bara Friki á Donni inn á milli bara. Frábæra varnarleikur á Selfoss. Já, eru mjög færanlegir. Við erum ekki að ná að nýta yfirtölum nógu mikið. Og Selfyssingar ná að stela boltanum. Þetta getur verið dýrt. Þversending. Orsakað það að Selfyssingar ná boltanum. Selfyssingar geta komist núna 2 mörkum yfir. Þórir reynir þetta gegnum brot en Fjölnisvörnin vel vakandi. Þeir ná að draga tíman mjög vel hér. Ná að éta upp mikilvæga sekundur á klukkunni. Þar sem þeir eru manni færri. Elvar, Sverrir. Þórir keyrir í gegn í þverslána. Eyvindunar frákastir og skorar. Þetta eru rándýr frákast sem Eyvindur að taka þarna. Og ruðningur á Bjarka. Hvað er að gerast hérna? Já, þetta er rosalegt. 21-23 Selfyssingum í vil. Bjarki Lárusson liggur eftir yfir fengið tungtök á andliti greinilega. Þetta verða rosalegar 10 mínútur. Ég get full vissið ykkur það. Já, leikurinn hafinn að nýju. Selfyssingar 2 mörkum yfir og í sókn. Já, þessi uppning með að hafa Sverri, Elvar og Þórir að virka nokkuð vel. Það verður að segjast. Selfyssingar. Þórir Ólafsson sniður. Ferri boltan, gefur til hægri á Óla. Þórir nær að skora þetta. 24-21 fyrir Selfyssingum. Þetta getur verið þungur róður fyrir Fjölnismenn að bæta þetta upp. Reyndi hann að fiska ruðning. Sjáum að Björgvin er komin í skiptistöðun í staðinn fyrir Svein Þorgeirsson. Það er rauninni 8-2 kapli á Selfoss. Donni, þröngfæri, stingur niður. Þetta er náttúrulega ekki hægt. Hvað er hann að gera? Þetta er ekki boði. Kristján, come on maður! Hausinn í leikinn. Jæja, nú þurfum við stopp, Fjölnismenn. Elvar, Sverrir, Atli, kemur út, Þórir, Elvar, Já, vel stólið boltinn Björka. Þeir eru 2 með honum. Brynjar, Helgi Hlinsson við þetta skot. Helgi Hlinsson og Fjölnismenn taka leikhlé. Þeir þurfa að ræða þetta. Helgi Hlinsson er búinn að vera algjörlega óaðfinnanlegur hér. Hann er komið með 16 skot, Marinn ef við erum að telja rétt. Og það er þokkalegt, þeir eru ekki búin að spila heilan leik. Nú þarf Arnar Gunnarsson að finna einhverja lausn í þessu. Sóknarleikurinn hefur ekkert gengið. Eins og sagðist, Fjölnismenn eru núna að tapa 2-8 kafla. Það er bara allt of mikið svona leik, Viktor. Það er allt of mikið. Það er nokkuð ljóst. Hvað heldur Arnar að segja við sína menn? Hann virkar frekar rólegur. En vonandi að Fjölnir hafi bara þetta composure og því að
3 mörk ekki mikið í handbolta. En menn verða að fara að skora mörk. Það bara klárt mál. Það nokkuð ljós. Það hefði verið rosalega sterkt að skora sér hraðurblöpi. Já, algjörlega. Reyna að búa til smá momentum. Algjörlega, það rétt hjá þér. Þá stilla fjörðsmennu á Donni. Það hóttum ekki í vinstra megin. Björgvin með boltan fyrir árásina. Á Brekja Donna, Donni. Þessir upp, gósa boltan. Mjög góð hreyfinling í vörðinni á Selfossingjum. Það víti. Vítakast. Vel sótt hjá Brekka. Frábælega sótt hjá Björgvinni. Hver fær 2 mínúturnar? Það er einhver, nei, hann er bara að stoppa tímann. Nú verður hann skora, það er bara hannig. Helgi Hlynsson ver hér sitt 17. skot. Helgi Hlynsson getur verið að vera langleginu með að tryggja Selfyssingum hér upp í Ólístein. Sjáum hvað setur en Selfyssingar sækja. Þórir, Sverrir, Elvar og hann skorar, þetta er ekki hægt. Það gengur allt upp hjá Selfyssingu þessa stundina, menn ekkert gengur hjá þeim gulklæddu. Björgvin á miðuna, hoppar upp, hátt yfir. Nú kalla ég eftir markvarðarbreytingu í Fjölnisliðinu, hann er ekki búinn að verja í langan tíma. Hann verður að þora að breyta markmannarnar. Við erum með frábæran varamarkmann á bekknum. Það virkaði ágætlega hjá Selfoss. Væga sagt. Helgi kom með 17 skot varinn, sem okkar bókum, en Ingvar kom með 18. Langflest fyrir áleik. Þórir Ólafsson reynir að tefja, en Anton leifir honum það ekki. Nú verðum við að fá stopp. Ingvar ver! Þetta gæti kveikt í liðinu, nú þurfum við mark og það fljótt. Og þarna fáum við að Sveinn Þorkinsson. Víkar munin í 3 mörk eða ekki. Jú, 3 mörk. Þetta er vitlaust á, nei, búið að laga það. Settu vitlaust upp á töfluna hér í Fjölnishúsinu. Eyvindur Hannar kemur hann út. Elvar, Sverrir, Þórir. Þórir reynir að tróða. Þórir klókar hann á fríkasti. Var að leita línunni. Það þarf að þurrka gólfið. 5 mínútur eftir. Selfoss með 3 marka forystu. Fjölnismenn þurfa að finna einhverja frábæra lausnir eða þeir ætla sér að ná í framlengingu eða sigur hér. Elvar nær að treyna tíma, hending komin upp. Guðjón í gegn. Ingvar ver! Ingvar að verja 2 í röð. Hann svarar mér hérna með því að verja 2 í röð. Kristján. Já, hann skorar! Kristján er að minnka í 2 mörk. Nú er allt hægt. Sjáum hvað þetta er fljótt að gerast. Það er allt hægt. 2 marka viðsveifla á innan við mínútu. Selfoss hefði getað komist í 5 marka forystu. Og gjörsamlega gert út af leikinn, en núna er þetta leikur. En núna þurfum við að fá Ingvar gjörsamlega í gang og loka markinu. Já, við bylum til en Ingvar minn. Senduði strauma. Kemur Atli út úr hópinu. Leitar línunni. Nær línusendingu.
Vel gert hjá Selfyssingum. Frábær varnarleikur á Þóri og 2 mínútna brottvísun. Hvað hann Kristján Þetta að er gera? svo dýrt, þetta er allt of dýrt. Reyndi hann að senda í hotni, kom niðurtala. Hann að kasta yfir Þórir. Þórir náði til boltans. Þetta er reynsla, maður. Og Kristján rífur aftan í Þóri. Jáhá, 3 mörk, manni færri 4 mínútur eftir. Er þetta hægt, Jón? Já, það er spurning. Þetta er tölfræðilega sé þetta hægt. En eitthvað mikið þarf að breyta Fjölni. Nú það vörslu. Eyvindur Hannar er þvílíkt heitur þessa stundina. Þetta er svo fljótt að breytast. Fjölnir var með aðeins að tapa með 2 mörkur rétt á hann. Þetta er komið upp í 4 mörk. 3 mínútur eftir. Þetta verður allt og erfitt. Bergur, hann skorar 3 mörk. Selfyssingar ekkert að flýta sér. Núna eru Selfyssingar með sigurinn og með þetta úrslitasæti í höndunum. Þetta er þeirra að tapa. Eins og Það er nokkuð ljóst. Ratli og hann skorar. Og 2 mínútna brottvísun fyrir bakgrindingu. Fjölnismenn eru 2 mönnum færri, 4 mörkum undir. Ég var að segja að þetta sé Selfoss megin. Er Selfoss á leiðinni í Ólafsdeildina? Það þarf eitthvað kraftið að gerast til að það gerist ekki. Þá taka Selfyssingar Sveinn Þorgeirsson úr umferð. Fjölnismenn með 3 menn í sókn. Og þá skipta Fjölnismenn markmann sinn út af. Og inn á kominn Brynjar Óli Kristjánsson. Hann er 99 módel eins og Sveinn. Ekkert spila í úrslitakeppni eins og er. Fríkast. Nú verður róðurinn þungur. Nú bara mark strax. Nú þurfa að fá mark bara strax einmitt núna. Já, það er varið. Verja í vörðinni, vinna bolta. Sverrir Pálsson. Sveinn er reiður, hún er saman. Þetta er búið, áhorfið Já, búið. þetta er komið. Selfoss er að tryggja sig í Ólafsdeildina hér. Það er ekki gott fyrir okkur á Fjölnir TV. En innkoma Sverrir Pálssonar og Helga Hlynssonar er algjör lykilfaktor hér. Það er nokkuð ljóst. Þetta eru gríðarleg vonbrigði fyrir Fjölnismenn sem hafa voru leiddu einvígi 2-0. Stuðningur þarna, vel sótt. En sama hvað Fjölnismenn flýta sér, þetta er ekki hægt. Þeir finna engar klufur, eru allir orðnir pirraðir. Og tapa hann á boltanum, kasta honum út af. Þetta er alveg gjörsamt gjaldþrot. Jæja, það er 1 mínúta eftir. Selfyssingar á leiðinni í Ólafsdeildina, bæði lið vita það. Þá bara spurningum að klárunar leik. Já. Selfyssingar hér í sókn geta náð 5 marka forystu Guðjóninn og hann vippar í stöngina. Þá fer Breki upp völlinn. Það er fríkastið. Ólei, ólei. Það er algjörlega tryggt Selfoss megin í stúkunni. Það eru allt að flæðir hér inn á völlinn, alls konar kusk. Já. Það er lítið hægt að segja verandi svona gallari Fjölnismenn. Það er ekkert hægt að segja. Það eru 8 sekúndur, 7. Við vinnum boltan, Breki kastar yfir völlinn og það er framhjá og þá glímur. Þá getur klukkan og það verður allt gjörsamlega vitlaust hér.
Þetta er reyndar ekki fallið framkoma hjá Selfyssingum. Nei. Þeir hlaupa allir inn á völlinn og sprengja kampaðinn. Föglurinn er rosalegur. Þetta þýðir bara það, Selfyssingar sem lendu 2-0 undir í einvíginu, þeir fara með sigur á hólmi 3-2. Þeir unnu þessa 3 leiki í röð og munu spila í Ólís-deildinni tímabilið 2016 til 2017. Við ætlum ekkert að hafa útsendingin mikið lengri, við þurfum að jafna okkur. Þannig að við segjum bara takk fyrir okkur frá hönd Fjölnir TV's. Sérstaklega þakki til tæknimanns okkar, Smára Þór Baldurssonar, fyrir að standa vaktina. Þakka Þór Akureyri kærlega fyrir að lána okkur búnaðinn og höfum þetta bara ekkert lengra. Nei, takk fyrir okkur.